Já, komið sæl á ný. Nú ætlum við að ræða við 3 frambjóðendur til forseta Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Það Valdimar Leó Friðriksson, Magnús Ragnarsson og Brynjar Karl Sigurðsson sem áhorfendur samstöðunar vel kunnugur, eða ekki? Þú búin að koma gott? Jú. Smári, við erum hérna með 3, það vantar Olgu Bjarnadóttur. Já, hún í útlöndum og Willum Þór. Ég gekk erfiðlega að ná í hann en þeir náðu í hann að þá komið ljós að hann að horfa á drengistilbila fótbolta. Erlendis þá vantar. Hann á 2 syni sem atvinnumenn. Við létum Kilfur á það kasti að því að ef allir hefðu komið sko, þá hefðu við þurft að vera frammi. Það er ekki með fleiri stóla í henni. Þannig að við erum ná líklega í Olgu og Willum bara setna. Þetta sigurstranglegasta fólki þá. Sem hér. Nei, sem kemur ekki sko. Nú? Já, það enginn að fara að kjósa okkur hérna sko. Nú? Akkur myndur ekki kjósa? Nei, þetta er bara, ég búin að gera könnun á þessu. Slagurinn stendur á milli Willum og Olgu. Er það þannig, Valdimar? Ég segi hérna á leiðin inn að Willum myndi ná þessu og þú í öðru seti? Ef ég ætti að giska þegar enginn að hlusta, þá myndi ég telja Willum með árs undirbúningi, sé efstur í dag. Og ég myndi giska á að ég væri næstur og Olga í 3. Er bara ein kosning eða þarf að vera með meirihluta? Það er bara ein kosning sem í raun mjög slæmt af því að forsetinn verður mögulega kosin með 29% hvað. En við stefnum að leggja fram tillögur að breyta það í fremtíðinni. En hvað er verið að kjósa? Við höfum hérna fjallað rektorskjör og biskupskjör og forsetakjör sem eru svona persónukjör og við lendum alltaf svolítið í vandræði með það hérna við Rauðaborðið. Við viljum ræða málefni og eitthvað svona þess. Það er ekkert gaman að hlusta á fólk vera að mæra sjálft sig. En er eitthvað svona hérna fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þetta sem viljum kannski ekki leggja mat á hvað þið eru hérna öflugir menn. Er verið að kjósa einhverja stefnu ef maður byrja á þér að Valdimar? Ég held að sé fyrst og fremst verið að kjósa það sem ISÍ stendur fyrir og það sem ISÍ stefnir að og hluti eins og þetta við höfum verið að sækja mjög fast á ríkisvaldið varðandi fjárveitingar, fastar fjárveitingar og erum að opna til dæmis afreiksmiðstöð núna á mánudaginn og það er kominn tími á þjóðarhöll sem á teikniborðinu og þannig að Já, ég held að sé áframhaldandi stefna hjá ISÍ. Það vilja allir þjóðarhöll regna ég með, þannig að það er ekki ágreiningur það? Nei, það er engin ágreiningur það og það er þá fyrst og fremst fyrir landslið í boltaíþróttunum, innanhús íþróttunum og síðan höfum við verið að sækja aukinn styrk til hérna afrekssjóðs, þá kom aukagreiðsla rúmar 100 milljónir núna í febrúar síðastlinn. Þannig ég held að þetta sé svona aðaláherslaatriði en það er að halda utan sérsamböndin og gera þeim kleift að starfa eins og Magnús þekki vel með sitt sérsamband. En er það ekki líka þannig að næsti forseti verður starfsmaður ISÍ? Það liggur fyrir tillaga hlutastarf, launa hlutastarf. Magnús, hvað er kjóskosið? Ég held að ef það er einhverja víglínur í þessu þá er það kannski, þá þurfa kjósendur á þinginu að velja á milli þess að í rauninni exa við núverandi forystu sambandsins og kvitta þar með fyrir að sambandi sé bara á góðum stað og skipulag íþróttamála sé bara vel farið. Og Valdimar hluta því? Já, Valdimar og mögulega Olga. Olga er náttúrulega í framkvæmdastjórn ISÍ í dag og hefur verið lengi og síðan eru þeir sem að koma kannski utan að, hvort sem það eru grasrótunni eða annar staða frá, sem að tala fyrir breytingum á skipulaginu. Ég held að þetta sé kannski Hvaða breytingu talar þú fyrir? Ég held að sko þetta er rosalega flókið, þetta skipulag íþrótta- og æskulýðsmála í landinu er allt of flókið í rauninni. Þú ert með ISÍ og Ólympíu batterið þar, síðan ertu með sérsamböndin og þú ert með íþróttahéruðin og alls kyns íþróttanefndir til hliðar við þetta er síðan ÖMFÍ með allt þeirra starf og það er líka æskulýðs- og íþróttastarf sem fer fram þar. Viltu sameina þetta? Ég held að það ætti að stefna því að sameina þetta, já. Það hefur ég var að skoða gamlar tillögur á íþróttaþingi. Mér sýnir síðan 98 hefur verið unnið að því að einfalda skipulag íþróttamála með mjög litlum árangri. Kannski helsti árangur sem náðist var að það voru búin til íþrótta, hvað kallum við það? Það er nefndirnar sem eru núna 8
Já, það svæðisskrifstofur. Svæðisskrifstofur, það voru búin til 8 svæðisskrifstofur, þar sem núna 16 nýir starfsmenn í 8 svæðum. Annar starfsmaðurinn frá UMFI og hinn frá ISI. Og þetta örugglega, þetta mun örugglega hjálpa til framtíðar, en þú veist, þetta short term, þá þetta bara ennþá meiri flækjustig. Það bara enn eitt skipulagsstigið í íþróttamálum. Og ég held að megi bara já, sko í rauninni... En þetta ekki ákvarðanir sem bara teknar í mennta- og íþróttamálaráðuneyti? Þetta eitthvað sem ISI getur? Nei, mennta- og íþróttamálaráðuneyti, það bara hefur lítið að segja yfir frjálsum félagasamtökum. Þetta eru hvort ekki frjáls félagasamtök. Þessi óskapnaður sem skipulagið er sköpunarverk í ISI? Já, sko, menntamálaráðuneytið ítrekað búið að óska eftir einföldun. Og það eru stjórnvöld búin að óska eftir einföldun sko í áratugi. Ekki náðu árangur út á smákóngaveldi þó? Það í eitthvað lénsveldi fyrir, já. Ég ætla ekki að kalla það smákónga. Það er hugtak sem notað í svona, það vandamál í verkalýðshreyfingu, þetta vandamál víða. Það sé nú ekki rétt, en við mögum ekki gleyma því að það var nú UMFI sem stofnaði ISI á sín tíma, svo því sé haldið til haga strákar í kosningabaróttinni. Já. Herðu Brynjar, þú gafst út yfirlýsingu, þú vilt það engu breyta? Ég vil engu breyta. Það stóð í yfirlýsingunni að þú var svo ánægð með... Þú náttúrulega þekkir Sætýru betur en allir. Nú, já. Það er ekki? Já, þú varst góðan húmor. Þú vilt sem breyta einhverju? Sko, ég er bara... Sko, ég úr græsrótinni. Og Hvað, viltu vera meira á græsrótinni? Já, sko... Ég hef aldrei fengið þessa ára. Ég hef ekki skilið... Það er hægt að spila tennis á grasi. Já, ég veit það, sko. Ég kem líka úr græsrótinni, það hefur verið vallavörður, sko. Já, en sko, strákar, hætti þessu. Ég er búinn að skrapa græsrótina sko 24/7. En ég er ekkert að keppa við það, sko. Það sem ég er í raun og bara að segja er það að ég er ekki gaur sem á að vera að bjóða mig fram. En það er bara þannig að ég er bara eins og hver annar aumingi, þú veist, sem er bara einhvern veginn sitt og er að horfa á smákóngana og horfa á fólkið svona sem á að vera í þessu að það veist, slást hluti og setja fram ákveðnar stefnur og fara í ákveðið skipulag og svo, þú veist, nýtur maður góðs af því eða ekki og svo er maður bara alltaf einhvern veginn að fussa og sveigja yfir hinn og þessu og sko, grasrótin ekkert að skipta sér að þessu. Þetta er svo rosalega löng leið einhvern veginn að komast upp í toppinn og Fílabeinsturninum. Svo er það bara þannig að ég er alltaf bara að óska eftir því að fá frið til þess að vinna vinnuna mína. Og svo þegar að þú hefur einhvers konar aðrar skoðanir á því hvernig á að gera þetta og ferða hans að rugga sko, hvernig þetta er gert, þetta óformlega félagslega taumhald sem einhvern veginn, bara eins og til dæmis í mínu tilfelli þar sem að ég var með stelpur sem voru búin að spila á móti strákum og var svo hent út á þess að þeim væru spurða sko, eða fengju lýsing á því þegar stelpur voru að spila í hinum liðunum. Og þessum tíma var ég hættur að þjálfa og dóttir mér komin inn í þetta og ég sagði bara, heyrðu, mér langar að hafa virkilega áhrif á það hvernig við sko aukum virði kvenna í þessu batteríi. Svo ferðu náttúrulega að rekast á alls konar hindranir. Það er alls konar smákóngar sem standa í vegi fyrir því að svona er þetta gert og fólk vil helst ekki standa hliðina á því að þú gerir eitthvað vel. Og það sem að mér fannst svo ótrúlegt er það að íþróttayfirvöld eins og á sínum tíma KKÍ og svo seinna mér ISI hendi sér inn í það á þess að kynna sér eitt eða neitt. Og ég hugsa bara svona, já, heyrðu, þetta er aðeins áhugavert. Heyrðu, svo þegar að þeir verða uppiskroppa með ammóið að þá breytist múmindalurinn bara í, þú veist, svona einhverja svona krúttlega spillingu, sko. Þetta verður bara svona partur af einhverju Goodfellas dæmi, sko. Það sem þú ert bara með alls konar hitmenn sem að taka alls konar vinnu fyrir sambandi og ég veit ekki hvað. Og þegar að núna í vetur að ISI sigar á mig og Valdimar mun alltaf sverja það af sér alveg, en samt vörðuði nú samskiptastjóran án þess að hafa kynnt ykkur hvernig hann vann skýrslunum sína. Mjög flott múf hjá okkur. Það er bara rangt hjá þér. Án þess að hafa kynnt sér vinnubröðin. Auðvitað fáið inn skýrsluna. Það er rangt. Það getur ekki allir. Það er samskiptastjóri ISI sem að gerir úttekt á þér sem þjálfara og kemst að þeirri niðurstöðu að þú sért fantur og fúlmenni. Samskiptastjóri menntamálaráðuneytisins. Já, samskiptastjóri menntamálaráðuneytisins. Sem er svona eftirlitsaðili. Sem að gera þessa skýrslu. Já, sem er eftirlitsaðili til að grípa inn í ofbeldismál og annað slíkt inn í íþróttahreyfinguna. Já, sem í raun og veru
er pantað af sko íþróttahreyfingunni vegna þess að þegar MeToo fór á fullt hérna að þá vildi íþróttahreyfingin bara svo hvert annað stórfyrirtæki ekki þurfa að taka á þessu mannlega dóti og hendir þessu yfir á einhverja sálfræðinga sem eru bara einhverjar, þú veist, booksmart stelpur, konur, þú veist eins og alltaf, þessi kallar vita alveg hvað þeir eru að gera þegar láta þær hafa þessi völd, svo þeir þurfi ekki að óhrenga sig, en málið er bara íþróttahreyfingin hefur þetta embætti alveg í hendi sér. Svo þegar að fyrir að hitna undir embættinu og menn fara að fatta það og þegar að koma upp alls konar hneykslismál í kringum þetta, að þá heldur ISI áfram að notfæra sér til dæmis upplýsingarnir sem komnar þarna fram, en það sem gerist síðan er það, ástæðan fyrir því ég steg fram var vegna þess að ég er sakaður af einhverju myndbroti af einhverjum aðila innan hreyfingarinnar það að hafa beitt stelpu ofbeldi og niðurlagt hana og ég býð í margar vikur og leyfið þess að krasserast og ég er með myndband sem þú sást og ég hendi fram sem sýndi fram á allt sem ég hafi sagt og hvernig samanburðin er stráka og stelpumegin, þú sást þetta og þetta bara fellur sjálft sig á sama tíma að því að hreyfingin næri ekki að negla mig þarna að þá sigar hún þessum hitmenn á mig sem er Þóra Sigfríður til þess að taka einhverja úttekt og ég fagnaði því. En það var áhugavert hún hringir í mig að hún segir, heyrðu, við ætlum að fá fulltrúa hérna inn frá ISI. En er þetta ekki aðili sem á að hafa eftirlit með svona málum er ekki svolítið djarft að kalla þetta hitmann eins og hann er búið til þess að bregða fæti fyrir þig? Jú, að bregða fæti fyrir mig, ég er ekkert sá eini sem hún er búin að bregða fæti fyrir. Og þegar að þú tekur aðri vald sem er að vera saksóknari, rannsakandi og dómari í þessu máli og fólki sem er að leita til mín, nú er ég náttúrulega komin aðeins lengur dýpara inn í þetta og þú byrjaðir þetta, þegar maður er komin aðeins lengra inn í þetta þá snýr þetta ekkert af því hvort ég sé sekur eða saklaus. Þetta snýr það að við búum í réttaríki og fólki sem er að kvarta við mig er ekki að koma til mín og segja við mig, þegar ég er saklaus. Það er að kvarta undan málsmeðferð og þessi málsmeðferð er svo ótrúlega að því leyti að ég þarf að bjóða mig fram sem forseta ISI til að fá þetta plattform sem allt hitt fólkið færi. Fyrst og fremst í þessa eitthvað? Já, ég náttúrulega, það eru tvær ástæður fyrir því ég er í framboði. Það er út af þessu og svo náttúrulega ef að þetta er fólki sem á að stýra þessu og við erum að fara að taka inn hérna milljarða inn í þessa hreyfingu og það er, segjum bara að það væri hérna vanhæft fólk eða segjum að það væri fólk sem að væri ekki heiðalegt þá þarf ég að stíga fram og ég þarf að segja í þessari baráttu er fólk bara búið að tala um steypu en við þurfum að átta okkur á því að það er íþróttaandinn sem skiptir mestu máli í þessari baráttu og grasrótin hún nær ekki að koma fram og stíga fram í þessu ofríki vegna þess að spiltasta pólitíkin sem ég veit er íþróttapólitíkin og það er vegna þess að þið og ég þess að fagna í því að þið séu að bjóða okkur að koma hérna því það hefur engin áhuga á þessu og íþróttapólitíkin getur í raun og veru farið fram í einhverju ofríki og vitleysu og ætla bara headlineum á vefmiðlum að vinna vinnuna sína. Hleypa hinum að líka, en hvenær er þingið? 16. og 17. maí. Það er bara stutt í þetta. Já. En þetta mál Brynjars Karls, hvað? Ég veit það ekki. Ég sendi náttúrulega frá okkur yfirlýsingu síðustu viku og hún er náttúrulega algjörlega ómöguleg eins og Brynjar er búin að drulla yfir mig hérna frammi. Þið voru fyrirgefa bara, ég nenni ekki að ræða þetta mál hans. Ég nenni því ekki. Þið voru búin að hérna frammi. Þú vilt ekki ræða við mig in person en þú vilt senda á mig yfirlýsingar. Vel gert. En er eitthvað... Er þetta kannski erfiðast og snúnasta mál sem að verið? Nei, það eru fleiri mál sem hafa farið fyrir samskiptafulltrúa og alvarlegri mál sem að hún hefur átt í að leysa úr. Þannig að þetta er ekkert eina málið. Nei. Ég tel að hún sé að vinna gott starf og hennar samstarfsfólk, það er ekki spurning. Þú veist ekkert það, þú hefur ekkert kynnt þér þetta. Þú hefur ekkert kynnt þér þetta. Ég hef farið með tvö mál þangan blessaðar hættu þessu maður. Ég hef farið með mál þangað. Þú vilt ekki eins og ræða við mig, ég get sest niður með þér og sýnt þér þetta. Ég fengi lausn á málum þarna, mjög faglega unnið. Já, en það þýðir ekki það að öll önnur mál séu unnin vel. Það er mjög einföld nálgun. En byrju þessi samskipta fulltrúi er að vegum menntamálaráðuneytis. Já. Og ef ég ætla að leita mér réttar míns af því að ég saka ISI að bara vera að vinna gegn okkur, veistu hver er ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu? Það er dóttir Lárusar Blöndal, forseta ISI. Hvaða mafíósa stönd er þetta?
Þannig að það stóð í yfirlýsingunni. Þetta kalla okkur mafjósa. Já, þetta er mafjósa. Gættu orðaðinnan, drengur. Nei, ég ætla að kalla þetta mafíu allan daginn vegna þess að þegar að ég stíg fram og byrja að tala um þetta og að verja mig, að þá kemur forseti DSÍ og segir að ég að fara með þetta á réttan stað sem menntamálaráðuneytið, þar sem dóttir hans mun taka á móti mig. En varðandi svona sömu þekkja sögu Brynjars Karls og íþróttafélagsins Aþenu og forsögu þess og verður gefið myndum og ásluðis og sömuleiðis snýst þetta það að hann vill gera þetta með sínu lagi með einhverjum hætti. Getur ekki íþróttahreyfingin verið þannig að það sé rúm fyrir mann eins og Brynjar Karl eða? Sko, þetta leiðin að fara þegar fólk kvartar undan aðferðum þjálfara, orðbragði og svo framvegis. Og það samskiptastjóri sem er búinn að taka á því máli og birta sína niðurstöðu. Með 6 nafnlausum einstaklingum. Og ég get ekki einu sinni brugðist við þessu. Það töluvert af fólki sem þorir ekki að koma fram og hvers vegna skildi það vera, Brynjar? Hvers vegna skildi það vera? Af því að ég mun verja mig og ég mun segja sannleikann. En það ekkert svo óvanalegt að svona mál séu tekin fyrir þess að fólk kemur nafnlaust og getur tjáð sig. Best væri náttúrulega fyrir báða aðilar að það yrði samvinna þarna á milli samskiptafulltrúa Brynjars til þess að finna einhverja lausn á þessu máli. Sko, já, Magnús hjá okkur líka. Ég svo heppinn að ég stend algjörlega fyrir utan þessa deilu og það eiginlega sorglegt ef að íþróttaþing þarf að snúast þetta því ég veit að Brynjar í framboði til þess að stíga í pontu þar og tala. Hann í rauninni, ég held þú sért ekki í framboði í alvörunni, þú náttúrulega búin að lýsa við stuðningi við Willum, það komið kosningabandalag þar. Ég bara sko, ég gerir mig grein fyrir því að ég dálítið að labba inn í ljónabúrið en það aldrei að vita sko. Vegna þess að ef ég vinn þess að vinnu vel og sýni fram á þetta, að þá get ég bara orðið forseti. Finnst þér líklegt að íþróttahreyfingin kjósi sem formann eða forseta mann sem hefur fengið á sig úrskurð samskiptastjóra að vera ofbeldismaður? Hún hefur ekki beint kallað mig ofbeldismann, hún hefur kallað mig köldleiðtoga eiginlega sem felur óbeint í sér að ég sé sem sagt ofbeldismaður og það eru bara alls konar hlutir sem að munu koma fram á næstinni, sem munu sýna bara fram á það hversu, þú veist, illa þetta og ég meina, þú veist, ég er skítugur núna en við sjáum til hvað gerast á morgun. Magnús, þið eiginlega af þessum 5 einu sem svona koma alveg utanfrá. Willum náttúrulega búin að ekki verið innan í þessi, ég er náttúrulega mjög vel þekktur fyrir störf sín fyrir íþróttahreyfinguna. Jú. KSÍ maður. KSÍ maður í rauninni og þó að einhver hluti vegna þess sundsambandi sem að styður hann til formanns, ég veit ekki hverju það er en við erum svona komum úr grasrótinni við tveir þó að hann sé meira á grasrótinni eða einhverju. Þú varst að útskýra af hverju Brynjar var í framboði, af hverju þú í framboði? Af því að mér finnst bara þessi hreyfing alveg gríðarlega spennandi. Þetta er náttúrulega stærsta fjöldahreyfing og sjálfboðilega hreyfing landsins. Þetta og hún á einhvern stað sem er ótrúlega spennandi. Mér finnst einhvern veginn að íþróttahreyfingin, við erum ekki sammála við Brynjar hér, hún sé búin að taka sér hlutverk sem að áður var tilheyrir menntakerfinu. Þarna það sem að ungt fólk... Ekki veist þetta að leggja mér orðið í munn svona en áfram. Við áttum símtal þetta. Já, þú misskildir það, ég sagði það er þarna sem að æskan lærir að árangur fylgir ástundun. Það eru á lífsleiðinni verður fyrir áföllum, þú munt tapa hlutum, þú munt sigra hluti og þetta eru hluti sem mér finnst einhvern veginn að menntakerfið sé búið að víkja sér undan að einhverju leyti. Af því að það bara ríkir einhver jafnaðarstefna og afreksfólkið í menntakerfinu, það fær sífellt minni og minni athygli. Það fær hins vegar meira og meiri athygli innan íþróttahreyfingarinnar. Íþróttahreyfingin einhverju leyti er hún brennd sama marki að það hefur svona færst svona jafnaðar stefna yfir mikið af starfinu. En þetta eru 2 hlutir. Það er afreksstarfið sem að gengur ótrúlega vel og síðan er þetta æskulíðstarf og þetta uppeldisstarf. En afreksstarfi á Íslandi, þetta hreyfingin hefur ótrúlega sess hérna. Hugsið ykkur að síðustu árum þá erum við vön því að vera með lið í úrslitum í Evrópumeistaramótinu í handbolta, í körfubolta og í fótbolta. Sum árin erum í öllum keppnunum og hina þjóðirnar sem gera þetta eru kannski Frakkland, Þýskaland og Spánn. Þetta er kannski tímabil sem liðið svolítið hjá okkur
Jæja. Það er ekki líklegt að þetta sé í hendi. ekki Og aldrei færri ólympíuleikunum en síðast. ekki um alla framtíð, en við höfum átt svona ár, ekki satt. Og hvers virði er þetta fyrir ímynd þjóðar að sko, við verðum fyrir vonbrigðum ef við töpum fyrir Frakklandi eða Króatíu eða einhverjum risum. Þetta er alveg gríðarlega samofið okkar hérna vitund, okkar ímynd. Og mér finnst mjög spennandi bara hvert þessi hreyfing ætlar á næstu árum. Þannig að þetta stilla íþróttahreyfinguna á móti skólakerfinu sem hefur verið spilt af jafnaðarmennsku og gerir aumingja á krökkunum okkar og við verðum að efla baráttuandann og segluna í íþróttahreyfingunni. Þetta var ljómandi summary af því sem ég var að segja. Það því þú nefndir jafnaðarmennsku sem ágalla. Já, sko, ég hef nefnt og þú ert sjálfstæðismaður, þú starfað fyrir sjálfstæðismaður. Hárrétt. Þetta voru mistök að fara á það. Nei, en sko ég hef nefnt í þessu samhengi að ég á 2 drengi. Þeir eru báðir komin núna vel á 30-aldur. En þeirra uppeldi fór jafn mikið fram á Víkingsvöllunum eins og í Fossvogsskóla. Og á Víkingsvöllunum þá fundu þeir sko miklu betur fyrirmyndir og leiðtogar sem að gögnuðust þeim áfram í lífinu heldur við fengu í skólanum. Þannig að mér finnst þetta hlutverk íþróttahreyfingarinnar er gríðarlega stórt. En hefur einhvern ótta að þetta verði svipað á skólakerfið að menn fái bara verðlaun fyrir mætingu og er það sem að ég bara er að reyna að átta mig? Já, hvað drífur þið áfram? Ég skil hvað þú ert að fara. Nei, ég óttast þetta ekki, en ég vil ekki reynda sko, ég vil að afreksstarfi haldi áfram á þess að þurfa eitthvað að skamma sín fyrir afreksstarf. Það er ekki til þess að skamma sín fyrir. Að reyna að sko vera... Ég hef sko verið næst í tekin að lífi fyrir það að vera sko haldið að ég sé í afreksstarfi. Þannig að þú að labba hérna inn og byrja að tala eitthvað svona bara hyperbole hluti. Ef þú verður að finna á grasrótinni, þá myndir koma mín megin og þú myndir fara að segja hérna, heyrðu, við þurfum bara að taka kúltúrin í gegn. Þú átt ekki breyki innan kúltúr þó þú mætir með einhverja voðalega flottar pælingar og eitthvað og svo ertu bara með einhverja samskiptastjóra. Ég vil að segja eitthvað þig, samskiptastjórin til dæmis, ef myndi heyra það sem þú ert að tala varandi það bara að börnin fái uppeldi á Víkingsvöllunum, hún myndi setja rosalegt red flag við það. Já, það var henni velkomið að gera það. Já, en þetta sem ég er að segja. Svo ertu með félög þarna úti, þú veist, ég er að fá þjálfara tíminn í sko 21 árs landsliðum þar sem að foreldrar er að hringja vegna spilatíma. Þú veist, það er stríðsástand hjá öllum þeim sem ætla sko, því að sko ég hyllist ekki afreksmenn, sko, ég hyllist það sem kallast eljustefna, þannig að þú stiltir þessu upp í einhverju svona línu, sko, þar sem þetta væri æskulís og svo er afreks, en svo ertu með þriðja dimensjónið þarna sem er sko eljustefna sem gengur í raun og bara út á það að efla sko börnin í gegnum íþróttir, burt séð frá því og þetta þarf ekkert annað hvort að vera bara þú ætlar að vera atvinnumaður eða þú ætlar bara að vera í einhverju svona hobby. Þetta gengur líka og ég sammálaði með því. Já, ég er alveg sammála þessu. En málið er bara það að þú ætlar að fara í sko operational level sem er þjálfarnir á sko í grasrótinni að ég skal sko þeir syngja allir með mér, þeir tala það að það er ekki vinnandi vegur að ætla að vera með einhvers konar eljustarf eða einhvers konar aga eða eitthvað svoleiðis vegna þess að íþróttafélögin eru í gíslingu foreldra og stefna félagana, við vitum ekkert hvað þessi félög oft standa fyrir. Svo er bara einhver svona vókuð stemning sem bara sko einhvern veginn ætlar bara að hakka allt í sig þegar það verður einhvers konar, já hvað var maður að segja, ágreiningur til dæmis það hvort að það eigi að vera með fleiri æfingar eða hvort það eigi að disciplina krakkan og svo framvegis. Akkur haldi þetta vesens upp í Breiðholtsskóla. Þú veist, og það er nákvæmlega sem þú ert að tala ég er sammála því. En sko hvernig ætlum við að gera þetta? Vegna þess að sko ég er studdur af þjálfurum sem eru aumingjar eins og ég, sem þori ekki að stíga fram og þori ekki að takast á þessu, vegna þess að þú ert étinn af fræða fólki til dæmis sem hefur enga reynslu á jörðinni. En sko við erum mjög lánsöm því að sko krakkarnir okkar frá mjög ungum aldri, þá fáðu alvöru þjálfun. Það er sko, þú þarft ekki að fara langt, þú fer bara til Svíþjóðar eða Noregs, það er sko uppeldið í þessum 7., 7., 5., 4. flokki, það er bara foreldrar sem er að þjálfa liðin og hérna fá krakkarnir okkar alveg ótrúlega... Þetta er bara ekki svona. Er þetta ekki svona? Nei, víst. munurinn er sá, ef þú ætlar að vera að bera þig saman við Norðurlandaþjóðir, eins og til dæmis Noreg, þar sem er rosa mikið af foreldrar sem gera þetta, sko þá ertu náttúrulega bara... Eitt foreldri er nú bara fyrir í dómsal. Já, en en svo ertu með foreldra sem að, þú ætlar að vera að bera þig við það, bera þig sem sagt saman við Norðurlöndin,
þú veist, hvað með öll önnur lönd, þú veist, það þýðir ekkert að fara í það og segja bara já, við stöndum samanburð þar, það sem að við stöndum rosalega vel að vígi öll steypan. Þú veist, við erum með mannvirkin og það eru menntaðir þjálfarar þarna úti, skilurðu, en stemningin alveg ótrúlega. Ég sammála að leiðin frá því lagi upp í efstu Valdimar, þeir eru báðir að vísa í eitthvað sem við þekkjum úr umræðinni að það við séum ekki ala nógu mikla siglu upp í börnunum okkar. Við þekkjum það líka bara fréttum og svona foreldrónum á hliðalínunni sem að kannski þekktust ekkert svo mikið fyrir 20-30 árum síðan. Þetta vandamál í íþróttahreyfingunni svona undanlátssemi gagnvart foreldrunum stundum? Nei, það skiptir ekki barninu mínu inn á? Nei, það held ég nú ekki, en við höfum náttúrulega lagt áherslu á menntun þjálfara og allir þjálfarar séu menntaðir. Náttúrulega oft í stórum hópum þá þarftu kannski aðeins yngri aðstoðarþjálfara en ég bara velta hvort að kúltúrinn sé að breytast. Hugmyndir okkar börnin okkar, það að breytast og þarf íþróttahreyfingin að breyðast við því með einhverjum hætti? Ég get náttúrulega ekki svarað fyrir hann alla varðandi það, en allavega á síðustu árum þá að menn tekið það í gegn að vera með menntaða þjálfara sem hafa þekking og reynslu til þess að stýra þeim, þannig að foreldrar ekki að stýra þessu beint. Nei. En þeir eru oft til vandræða, eða ekki? Jú, alveg örugglega. Ég hef nefnt að vera ámyndur sem foreldri á hliðarlínu, en eftir að ég tók dómaraskírteini þá var ég nú til friðs. Já. En varðandi vera að tala mafíu og spillingu og við þekkjum það bara í umræðum íþróttahreyfingur út allan heim að þetta oft spilling í kringum þetta. Við þekkjum þetta líka bara úr íslensku íþróttastarfi. Ég man eftir að landsliðsþjálfarinn í handbolta, hann setti bann á það að landsliðsnefndin sem eitthvað svona einhver hópur úr toppnum megi koma og drekka á svæðinu. Sem að manni hugsaði að býta hvað ekki búið að eyða þessu. Ég í blaðamennskunni og þetta var eitt út úr blaðamennskunni bara 1988 held ég. En þarna eru einhverju kallar sem að fylgja landsliðinu og eru bara einhverju fyllir í á meðan liðir í móti. Þetta vandamál í hreyfingunni? Nei. Ertu að spyrja hvort að ISI og MFI sé mafía? Það náttúrulega bara helvítis kjaftaði. Ég var að vísa í það sem var að segja sem það. Mafíuleikfræði. Það sé eitthvað lag þarna ofan á, eitthvað svona köllum sem að hafa það fínt. Nei, við erum bara að reyna að gera okkar besta og ég sjálfboðaliði í stjórn með yfir 30 ára reynslu og ég að miðla af henni og það sem ég hef starf það að ég að starfa fyrir Taekwondo-sambandið og hef svolítið verið að fara inn í sénsambönd þar sem að hafa verið átök og koma hreinlega á friði, þar og borðtennis og víðar. Það ekkert þarna sem heitir mafía. Varðandi Ólympíuleikana þá stefnum við náttúrulega miklu fleiri heldur en 4 eins og var síðast, því miður allt of fáir. En við stefnum aldeilis fyrir að rífa fólku upp og við til dæmis á Taekwondo-sambandinu erum komin með samninga við 3 einstaklinga sem að stefna á að fara út. Þannig að þetta verður, ég veit ekki, 25 manns eitthvað svoleiðis, væntanlega næst. Já, skiptir miklu af handboltaliði. Já, að sjálfsögðu, það rétt reikna hjá þér, það náttúrulega grunnurinn að þessu og gerir þetta náttúrulega líka miklu skemmtilegra að hafa þá með. En Valdimar, við heyrum að það svona átök við borðið. Það út af Brynjari Karli, persónulega? Ég ekki átökin í íþróttahreyfingunni? Akkur gengst ekki við því? Ég ekki átökum veitnaðin. Akkur þarf alltaf að draga alltaf þér? Þú ert svo mikið fórnarlamb, Brynjar. Nei, fórnarlamb myndi fara heim til sín og væla. Þeir sem eru valdefldir, þeir mæta og bara feysa gerandan. Ég ekki neinum átökum við þennan mann og hef engan áhuga á því. En eru átök í hreyfingunni? Í hreyfingunni? Það er bara að vera í svona stóri hreyfingu. Já, átök sem að hafa verið, það er þá fyrst og fremst óánægja KSÍ með að fá ekki styrkjur afrekssjóði. Það hefur verið svona þegjandi samkomulag þar í áratugi vegna þess hvað þeir eru vel styrktir að Evrópusamtökum. En það er í fyrsta sinn núna í febrúar sem við útlutum undir þeirra 25 milljón króna styrk í afrekssstarf. En það er alltaf átök þannig að mennum finnst þeir aldrei fá nóg. Þess vegna hefur við verið að vinna í því skipulega síðust 3 árin að fá meira fjármagn frá ríki og síðan þurfum við náttúrulega með meira fjármagn frá sveitarfélögum, beint í félagana. Ég kom á sín tíma að samningi 98 fyrir afturöldingu þar sem sveitarfélagið gerir þjónustusamning. Það var 2,5 milljón þá. Nýjasti samningurinn í dag er 150 milljónir og mér finnst það skipta mjög miklu máli fyrir grasrótina að öll sveitarfélög gerir þetta. Herðu, Brynjar kemur með svona smá farangur inn í þessar kosningar
Þú kemur með svolítið farangur líka. Þú ert í fréttunum fyrir að þú ert framkvæmdastjóri Virðingar sem er til rannsóknar að vera guldstéttarfélag. Já, ég er ekki framkvæmdastjóri þar. En þú varst það? Þú varst það. Ég fekk ráðningarsamning á, ég þáði aldrei neinn laun og ég er ekki að starfa þar. Það er nú típist fyrir þau að borga ekki laun. Er þetta ekki félag sem er eiginlega búið til í kringu það að borga fólki ekki laun? Og ég kom, það er fínt að fá tækifæri að leiða þetta, ég kom ekkert að stofnuninni, ég kem nokkru mánuðir seinna. Sem maður með reynslu, ég hef unnið mikið í verkalýðsbaráttunni og þar á meðal 12 ár fyrir Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. Já, alveg. Þannig en félagi hafi gefna á að greiða laun og þar lendi hafi ég gefna á verið, þannig ég er hættur þar. Og ég ítrekka það, ég kom ekkert að stofnuninni, það er stofnunin sem er til rannsóknar fyrst og fremst. Sérðu eftir því að hafa þegið þetta starfi eða íhugað, ég veit ekki hvað orðað þegar þú varst raunverulega ekki? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Þannig þau finnst ekki verra að hafa tengst virðingu? Ég vil heldur ekki orða það þannig. Nei. Nei, en hvernig þá? Já, mér finnst gaman að starfa í verkalýðshreyfingunni en ég átti vona á kannski að þetta félag myndi vaksa hraðar og verða öflugra heldur en það er í dag. Þannig ég hefði hreinlega ekki efni á því að halda því starfi. Herru, en við erum að tala afreksstarfi líka. Núna er Vésteinn Hafsteinsson, starfsmaður ISÍ. Já. Starfsmaður að hálfu leyti ráðuneytis. Hann er brúinn á milli ráðuneytis íþróttamála og svo ISÍ. En svo gerir staði í gær að Þórir Hergeirsson gerir samning við HSÍ að vera til aðstoðar við landsliðin okkar. Þetta lítur að vera mjög jákvætt. Þetta er alveg frábært. Þetta er síðan í handboltaþjálfari í veröldinni. Já, akkurat. Já, hann er í 30% starfi núna hjá HSÍ. Já, ég segist alltaf við 100%. Já, 30% laun. Já, 100% framlag. Já, akkurat. Já. Já, sama hvað verður, en þetta lítur að vera svona gaman að þessu. Já, mjög. Hann kemur með mjög gott input þarna, þannig að þetta er virkilega spennandi. Hvernig líst þér á þessa afreksþjálfara? Ég hef bara takmarkaðan áhuga á þessari afreksþjálfun, sko. Ég haldi aldrei að ég sé einhver afreksþjálfari. Ég er að vinna með börn upp í Breiðholti sem að sko, ef að umhverfið þar verður ekki betra, far aldrei að taka þátt í þessu afreksstarfi sem er verið að búa til. Þannig að já. En það er samt heimur fyrir utan þetta sem þú ert að gera. Við erum bara að tala um sko, landsliðin okkar eða svo við fylgjumst með landsliðunum okkar og ef við erum að koma þarna inn sko síðusæll þjálfari til aðstoðar, það hlýtur að vera svona fögnuður í íþróttahreyfingunni við það að fá að njóta krafta hans. Já, ég bara, eins og ég segi, ég er bara með fangið fullt í því að berja að mér alls konar ásakanir og reyna að keyra þetta félag hérna upp yfir. Þannig að ég er bara svolítið það er bara dálítið mikið þurft að einbeita mér í því og ég auðvitað fagna ég því að góður þjálfari fer einhverstað til starfa. Ég er bara að segja það, ég hef ekki áhuga á afreksstarfinu. Skilur, alveg eins og þú værir að spyrja mig bara hvort ég hefði áhuga á laxveiði eða eitthvað svoleiðis. Ég hef bara ekkert þetta að segja. Þetta er ekki, þó að ég sé í íþróttum, þá þarf ég ekki að hafa áhuga á afreksstarfi. Ég myndi til dæmis ekki vilja að börnin mín yrðu atvinnumenn í íþróttum eins og staðan er í dag. Það er ekki eftirsóknarvert. Það er ekki eftirsóknarvert. Eitt hlutverk hefur maður bara aðeins bakkað því út að nefna Breiðholtið. Ég held að íþróttahreyfingin hafi alveg gríðarlegt hlutverk í inngildingu þegar kemur að innflytjendum og öðrum. Ég er eiginlega viss um að sko íþróttafélögin þau vinna betra starf þar. Ertu viss um það? Heldur en skólinn. Ertu viss um það? Ég hef nefnilega heyrt það meðal annars frá Breiðholti að til dæmis í hópa íþróttunum að þá upplifi innflytjendabörn þessi ekki velkomin eins og skynlegt að þau eru svona að ganga inn í einhvern annan kultúr. Borgaryfirvöld hafa sömuleiðis tekið undir þetta með því að ýta undir þá einstaklingsíþróttir sem eru þá líklegri. Það er eitt tæknilegt atriði með þetta að það var gefin út skýrsla fyrir nokkrum árum varðandi Breiðholtið og þar kom í ljós áhugi hvað maður kalla nýbúa á sem sagt einstaklingsíþróttum, badminton, borðtennis og við fórum með þegar ég var að vinna fyrir borðtennissambandi fyrir 4 árum upp eftir og héldum sem sagt fjölskyldu kynningu og það var skapast æfingar. Þannig að þau virðast sækja svolítið meira í það
En það sem ég var að segja, það gæti verið vegna þess að þú ert ekki velkominn þú mætir á æfingu þar sem að sko kúltúrin allur mótaður fyrir. Þannig að því að þú ert að tala inngildingu sem væri þá hæfni félagana til þess að hafa opinn faðm fyrir hvernig svo sem þú ert. Já, það af sjálfsögðu alveg möguleiki. Allavega mín tilfinning annars vegar þekkjaður kannski hinar íþróttirnar betur og þar á meðal taekwondo sem þau koma töluvert í. Eða þá að það betra hreinlega fyrir þau að aðlagast í einstakling sem síðan ertu með eins og Akranesi þegar koma ekki frá Palestínu nokkra einstæða maður fyrir einhverjum 15 árum. Þeir smella beint inn í knattspyrnuna og það náttúrulega bara heilagt á Akranesi. Það líka mikill munur að starfa í bæjarfélögum út á landi heldur en í Reykjavík. Af því að sko bæjarfélögum út á landi þau styðja öll sín félög en í Reykjavík hver höndin upp á móti annarri og þar virðast menn ekki ná saman neitt annað heldur en bara að tryggja sko einangun og póstnúmerum. En sko ég ekki með neina rannsóknir, ég veit ekki neina tölur í þessu en ég myndi halda að íþróttahreyfingin sko gæti sinnt á betra hlutverki þarna. Ég veit bara í tennissambandinu það eru innflytjendur sem eru allar stjórnundan þar eða börn innflytjenda. Það eru tvær indverskar stúlkur sem spila Íslendingar ekki tennis. Það eru læknar sem lærðu í Svíþjóð og fólk sem hefur búið í Bandaríkjunum. Nei, það er mjög útlensk íþrótt, það er alveg rétt. En þar eru það þessi fyrstu kynslóðar Íslendingar sem sko skara fram úr í dag. Þannig að þeim hefur verið mjög vel tekið þar og vel nærð. Ég dundaði mig við það í ykkur ár, ég hættur því að skoða liðin hjá Leikni að leita að innflytjendalöfnum og mér fannst það komir alltaf óvart hvað það gekk seint og ég hafði reiknað með að bara 2005 væri þetta orðið ég held að þessi 80% af krökkunum eru innflytjendabörn. Ég er búin að vera hérna í 3 ár og þetta lítur einfaldlega þannig út sko að við erum með sko 3 hópa, við erum með krakka sem eru með fjárhagslegan og félagslegan stuðning, svo eru krakka sem eru ekki með fjárhagslegan stuðning og félagslegan stuðning og svo er stór hópur sem hefur hvorki fjárhagslegan né félagslegan stuðning og þessi hópur sko, hann þorir ekki eins og að mæta inn á æfingarnar og það er ekkert verið að gera í því. Þannig að það sem ég geri til dæmis er það við erum bara tilbúið með skó í öllum stærðum við erum með búninga í öllum stærðum þannig að leiðu átt komin inn að þá ertu einhvern veginn gripinn þannig það er ekki hægt að ná í þess að krakka beint það sem hefur verið að gera svona 3. ári hjá okkur er það sko að krakkarnir hafa verið að koma með krakkana og þegar þú ert með svona alls konar svona vasa hér og þar með þú ert með Filipínu og svo ertu með Pólverjana og að þá er enginn einn staður þar sem getur komið og svo lendum við bara í því að borgaryfirvöld og íþróttahreyfingin hún hefur ekkert með þetta að gera vegna þess að hverfið hefur enga rödd og það er það sem er svo áhugavert svo mæta menn bara og eru með alls konar yfirlýsingar og tyllidögum það sko hvernig staðan er og hvað þurfum að gera og svo mæta menn hérna einhverju rosalegum pólitískum ræðum með það hvað íþróttahreyfingin geti gert og whatever svo er ég þarna upp frá og ég er bara á jörðinni og ég er bara búinn að ná árangri. Við verðum sérlega með 130 stelpur í hverfi sem var kannski með 17% þátttöku stúlkna og það er bara, þú veist, og það er engin stuðningur og eiginlega er raunveru verið að sáldra hindrunum fyrir framan okkur og það er vegna þess að þú verður, ef þú alltaf, ég gef ykkur uppskrift af þessu, þú ferð inn í eitthvað svona hverfi og þú hugsa með þér hvernig á ég að fá plattform til að láta heyra í mér fullt af fólki kemur til mín og segir já þú þarfst að vera rosalega diplómatísku Brynja til að fara þarna inn það er enginn að fara að hlusta á því þú þarfst að koma þarna, olnboga þig áfram láta þetta lið heyra það þannig að þú fáir bara sko frið eða fáir bara njóta sammælis eða fáir bara sama og hverfið til dæmis hliðin á þér af því að nú er Breiðholtið sko 109 og 111 og þegar ég kom þarna inn þá voru 456 krakkar að stunda íþróttir í 2 jafn stórum hverfum þá voru 23 sem komu úr 10.000 manna hverfi 111 þannig að sko að fólk ætla að fara þú veist, og þetta er alltaf svona menn komi inn með því líkar pælingar sko og hver heldur sko, ég er búinn að starfa launalaust í þessu, ég er stærsti sponsorinn fyrir félagið og hérna, ef ég væri ekki að gera það og ég er alltaf að ímynda mér það ég væri bara einhver svona yngri flokka þjálfari með gott hjarta sem langar að fara inn og láta gott að mig leiða ég ætti snowballs chance in hell að gera eitthvað það er zero stuðningur þetta er mesti skrípaleikur sem ég hef nokkuð tíma heyrt þegar íþróttahreyfingin og borgaryfirvöld þykjast vera að vinna með þessu þau eru að vinna á móti þessu ef eitthvað er
En þú veist, þarna er sérsamböndin að beita sér, bara í útbreiðslu á sínu sporti. Mér finnst aðdánavert, Andrei Agassi, sem svo ég vitni nú í mína íþrótt tennisinn, Andrei Agassi, hann vinnur mikið fyrir svona inner city tennis í Bandaríkjunum og hann gefur mikið af peningum og gefur mikið af búnaði og bara þú veist, þetta er hans verkefni í lífinu eftir hann hætti að keppa. Og hann sko lýsti þessu þannig að hann gerir þetta af því að hans sko stærstu áhyggjur eru að besti tennisleikari í heimi eignist aldrei spaða. Mér finnst þetta mjög góð sko hugmyndafræði. Þú verður að búa til tækifærin. En þegar þú talar inngildingu, þá er þetta sko, málið er það. Ég er með stelpu 12 ára gamla frá hérna landi, fædd hérna uppalinn og þegar hún kemur inn og við loksins náum henni inn, hún er ekki efnileg í íþróttum, bara síður en svo og við erum að hvetja hana til þess að koma og taka þátt í þessu, þá komst það því að ég get ekki haft samræðum við hana á íslensku. Og svo fer ég að hugsa sko, ef það er verið að gefa afslátt til dæmis í skólanum í kring, af því að það hlýtur að vera, sko, hún hlýtur að vera að fá afslátt af því að hún er ekki, sko, hún er bráðvel gefin. Þannig að einhvern afslátt er hún að fá þarna. Þetta er ekki endilega afsláttur, það er staðan upp í Breiðholti þannig að þegar það... Þú skilur hvað að manna? Fyrir 20 árum að þá hefði hún farið út á skólalóðina og það verður íslenska skólalóðinni. En nú eru orðnir svo margir innflytjendur þarna að það er ekki töluð íslenska skólalóðin nema litlu leyti. Þannig að það sem átómatískt gerðist, þar sem að þú er ítt í að læra tungumáli er ekki lengur. Og þetta er bara orðið líka á við Íslendinga sem að fara til Frakklands. Sá sem að fór til Frakklands fyrir 40 árum, hann bara varð að læra fransku til þess að geta bara borðað. Já, hvernig heldur En það er bara ekki lengur, þannig að gera kröfum að skólinn bara allt í einu breytist og mæti svona stórkostlegum samfélagsbreytingum, mér finnst það einhver leyti svona ósætt. Það er bara staða sem við erum með. Það sem ég er að tala er bara einfaldlega það. Kannski verður þú bara að tala íslensku og ensku. Já, og það er alltaf, og við gerum það. En það sem ég er bara að segja, hvernig aukum við virði þessara stúlku, þú veist, félagslega, faglega, þú veist, og andlega, þannig að hún hvað, svo verður hún 16, verður 17, hún er að fara að skipta skóla, þá að fara að velja, þú veist, það er einhver landslið í boði, hún verður alls staðar eftir. Það er það sem ég er að tala Þú veist, ég er bara að tala það er bara hópur af fólki, en þess að jafnrétti í mínum huga gengur út af það að krakkar fái sömu tækifæri. Við verðum með eitt sem er tómstundastyrkur sem er hérna á sveitarfélögunum og það eru rannsóknir sem hafa sýnt það að hann er minnst notaður, minnst brottfallið af honum upp í Breiðholti. Og það er vegna þess að hann dugar kannski fyrir æfingagjöldunum en þegar ég mæti þá þarf ég að eiga tennisbaði á þér og ég þarf að eiga þennan hvíta búning og alltaf að skipta belti sko. Þannig að það kostar og svo eru æfingar og svo eru pollamót og það er bara ómikill kostnaður í kringum það. Þannig að sko, fólk krakkar sem koma af heiminu sem litla getur til fjárhagslegs stuðnings, að þau bara er ekki velkomin í íþróttahreyfinguna. Það má kannski orða það þannig þó það sé nú ekki ætlunin en á sínum tíma þegar við vildum aukin stuðning frá sveitarfélögum þá var þetta það sem gekk í pólitíkusuna. Það var að fá þennan frístundastyrk sem er mjög gott, dugar að sjálfsögðu ekki allstaðar en sko sjálfsögðu kostar þetta allt saman en við gerðum það knattspyrnu afturlík á sínum tíma að við sirkuðum út einstaklingar sem greinilega höfðu gefni og voru á flosnu og fórum til Rauða krossins og fengum þar stuðning. En það voru ekki alltaf foreldrarnir sem voru tilbúin að samþykkja þiggja slíkt. Þannig að það eru til leiðir ef að þjálfarar eru vakandi fyrir því hver er á flosnu upp út af kostnaði og svo framvegis. En svo má líka nota tómstundastyrkin í annað heldur en íþróttir, þannig að ef þú ert að skoða þátttöku barna út frá tómstundastyrknum Ég geti það sömu sögu tónlistarnámi því að það er ekki nóg að borga námið, þú ert að eiga fiðluna og trompetin. Og hvað svo? Segjum til dæmis að þú lifir í tónlistarnámi og íþróttum. Það er ekki séns, ekki fyrir fátækum heimilum. Og sem er náttúrulega sem að samfélagið hlýtur að þurfa að velta fyrir sér, eins og þú ert að benda á og þið eru allir að benda á. Þetta er náttúrulega mikilvægur hluti bara til þess að tilheyra samfélaginu, þetta er mikilvægur hluti í þroska. Þó ég hef vel svona verið laus við skipulegar íþróttir. Jú. Varstu í óskipulegum íþróttum? Já, það er út á skólalóð. Ég mætti á eina æfingu í körfubolta Akranesi 74 og í lok tímans þá bað þjálfarinn mig að vera ekkert að mæta meira því ég var alltaf að snerta náungan. Þá hélt ég að vera handboltavörnin sko. Já. Þannig að þar með það upptalið. Við höfum þannig reynslu körfubolta líka bröðirnir. Það var svona vinnufélagar og djöða á sínum tíma. Það var einn sem var Tutti. Já.
Herðu, en það verður kosið hvenær? Það er 17. mæ. 17. og það er bara sá sem að fær flest, sá sem er fyrstur í mark, hann vinnur. Já. Það gæti verið formaður sem er með undir 30% stuðning. Mjög líklegt því miður. Við verðum að fara að ljúka þessu. Þetta er hérna búið að vera forvitnilegt, ekki allir alveg sammála. En hérna Brynjar Karl, Magnús og Valdimar Leó, takk ykkur kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og að venju sýtum við aðeins eftir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.